Nú ætlum við að skoða aðeins debitkort og kreditkort. Megin munurinn á debitkortum og kreditkortum er að ef ég er með debitkort þá get ég bara tekið út upphæð sem er inn á kortinu. Ef ég vantar meira þá þarf ég að leggja inn meira eða fá hvern annan til þess að gera það. Kreditkort hins vegar, þá get ég tekið út, svo fremur sem ég sé með heimild fyrir að taka svo mikið út og ég borga það svo í lok mánaðar. Hér sjáum við dæmi, Þóroddur skuldar 25.000 á kreditkortinu sínu, mánaðarlegir vextir er 1,3%, hvað þurfti hann að borga ef hann borgaði skuldin eftir 3 mánuði. Það er þannig með kreditkort að ef að ég borga skuldina eftir mánuðin, þá borga ég ekki vexti. Ef ég þarf að geyma, og maður getur gert það, eða sótt það að fá að geyma, og þá borga maður vexti. Og 1,3% hljómar ekkert hátt, en þetta eru mánaðarlegir vextir, ekki ársvextir, eins og við erum mest búin að vera að vinna með. 1,3% mánaðarlegir vextir eru ekki, ef við gerum 1,3 sinnum 12, þá fáum við 15,6. Það er ekki rétt. Því ef ég ætla að reikna hvað þetta eru miklir ársvextir, þá þarf ég að setja þetta í 12. veldi og þá fæ ég 16,8% ársvextir. Það er mjög hátt og það eru almennt háir vextir af kreditkorta skuldum, ef við erum að geyma á kreditkortum. Við skulum reikna þetta. Við gerum 25.000 sinnum 1,013. Þetta er 1,3%. Það er tugabroddi 0,013. Bætið yfir 100% þá fæ ég 1, og ég þarf að setja þetta í 3. veldi því það eru 3 mánuðir. Og þetta er 25.988 krónur sem maður þarf að borga eftir 3 mánuði. Tæplega 1000 kall í vexti, það er nú ekki rosalega mikið, en jú, það er alveg slatti því þetta voru bara 25.000 í 3 mánuði. Ef þetta hefur verið 250.000 segi ég, þá þetta verið 10.000 kall sem hann borgar í vexti. Og það er nú bara töluvörður penningur, á ekki meir en 3 mánuðum. Ef við að skoða hvað þið gerst ef hann hefði borgað eftir 3 ár, það er nákvæmlega sami útreikningur, 25.000 sinnum 1,013 í 37. veldi. Því á 3 árum, það er 3 sinnum 12 mánuðir, þetta eru 36 mánuðir. Þá verður 25.000 krónur skuld 39.800 krónur. Þannig að það er ekki hagstætt að taka hluti á láni á vísakorti hjá sér. Sama ef maður er að kaupa stóra hluti og fær að dreifa greiðslunum. Maður er að borga mjög háa vexti af þessu. Það er mun heppilegra að safna fyrir þessu, því að þá fáum við innvexti, það er að segja vexti fyrir að geyma peningan í banka, og meðan við erum að safna, þurfum þess vegna að safna minna. Ef við ætlum að taka þetta á vísakortaláni þá endum við á að borga meira þegar upp er staðið.